Brynjar, munurinn á þriðja og fjórða, aðeins það? Meira hjarta í okkur, við vorum hálf líflausir fyrstu 30 mínúturnar og við höfum verið yfir í fyrra hálfleik lengst af, þá virkuðum við orkulitlir og bara gerðum þetta gömlum vana, en í fjórða leik þá kom smá barátta í okkur og við ákváðum aðeins að keyra á það og fengum góð skot og framkvæmdum kerfin vel og það virkaði vel í fjórða leikum þá. Svolítið athyglisvert í finals að þú svolítið vel útsett í villum taflan, svolítið mikið softvillur í kvöld. Nei, alls ekki. Klaufalega villur meira hjá mér. Mér fannst þessar 4 villur sem ég fekk bara klaufalegar. Kom dómarinn þá stöðu að gátu dæmt á mig og auðvitað verða stundum að dæma ef maður setur hendurnar á manni. Það er stundum þannig að það er óþarfi á okkur að vera alltaf með höndurnar á mönnunum og þeir dæmdu og mér fannst þetta bara jafnt á báða sko. Komnir í 2-0 og Haukar svona, já, bakið svolítið mikið upp í vegginn. Farið þið fyrir vikið pressulausir kannski inn í þriðja leikinn, finnst þið það? Nei, alls ekki. Okkar markmið allan í vetur ef við kæmumst í úrslitin var að vinna þetta loksins á heimavelli og við erum þetta hugmynd jafnvel að enda í öðru sæti svona til þess að eiga möguleika að vinna í fjórða leik eins og þetta hefur verið í síðustu árin. En við erum mjög sáttir að vera 2-0 yfir og eiga möguleikin að vinna þetta heima. Okkur líður vel í GHL-höllinni og ég held að vera meiri stemming í okkur þar heldur en í kvöld og tala nú ekki þegar bikarinn er með. Eitt hérna á lokum áður en við sleppum þér, það er einn liðsfélaginn sem er ekkert voðalega mikið fyrir viðtöl. Hann heitir Michael Crayon. Já. Segðu okkur aðeins frá honum, hvers konar skepna er þetta eiginlega? Þetta er ótrúlegur karakter. Hann er ótrúlega skemmtilegur, utanvallar, innanvallar. Það má hamra á honum trekk í trekk. Ég veit ekki hversu mikið er brotið á honum og miklum stórum hlutum er sleppt oft á tíðum. En hann kemur alltaf aftur, það lætur ekkert bögga sig, hann missir aldrei stjórn á skapi sínu, hann sýnir aldrei einhver ofsakveik viðbrögð, sama og sé hamraður og þetta er einstakur karakter og jafnvægi sem hann hefur þegar hann setur rassinn í jörðina og ég hef ekki ennþá séð hann detta. Það er ótrúlegt að segja að hafa ekki séð hann detta þessi 2 ár sem ég spila með honum. Brynjar, takk fyrir spjallið og til lukum í sigurinn í kvöld. Takk fyrir það.